neysla Íslendinga á fiski hefur verið meiri, en hún var kannski meiri þegar að við mjög margir fengu fiski nánast ókeypis. Síðan hefur hann hækkað mjög mikið í verði af því að þetta er bara alþjóðlegu markaður sem verið að kaupa fiskinn á og fiskur náttúrulega ekki óþrjótandi auðlind. Við þurfum að passa hvað við gerum þegar við veiðum og nýtum, en að öllu jöfnu eru Íslendingar duglegir. Fólk tekur svona tímabil í lífi sínu og og stundum dettur fiskur alveg út og ég veit að margir kannast við það þeir myndu vilja borða meiri fisk og þá er til dæmis mjög auðvelt að koma til okkar af því að margir veigra sig við að elda fiskinn sem að finnst kannski ekkert mál að steikja kjöt en finnst það mjög erfitt að það sé fiskur. En fiskur er bara mjög fljót eldaður og ofsalega þægilegt hráefni til þess að elda. Þannig að tekur stuttan tíma. Þegar ég byrjaði með fylgifiska þá hafði ég gert lokaverkefni innanlandsmarkað á sölu á fiski hér heima. Þannig að ég hafði heimsótt allar fiskbúðir nánast til á landinu og þá var 90% svar allra fisksala að fólk var að kaupa ýsu. Núna, 26 árum seinna, þá er til dæmis bara nánast minnsta salan hjá okkur ýsa. Við erum að selja mjög mikið af þorski, mjög mikið af löngu, mikið af bleikju og laxi. Þannig að ýsan er langt frá því að vera það sem allir eru að biðja um. Vinsælasti rétturinn hjá okkur til dæmis er réttur sem heitir netulanga, en svo fast á hæla kemur svo bleikjuréttur sem heitir sesambleikja, þorskréttur sem er svona með fetaosti og við erum alltaf að leggja svo mikla áherslu á að allt er gert frá grunni. Þannig að fólk er hægt að pæla svolítið eins mikið í því hvaða tegund er ég að borða, heldur meira bara hvernig er þetta kryddað, hvað er ég að fara að gera við þetta. En sá fiskur sem við sjáum minnst eftirspurn eftir og okkur finnst vanta upp á Íslendingar kunni að það er að þekkja mun á flatfiski. Það til dæmis hefur aldrei gengið fyrir okkur að selja flatfisk sem er dýr, eins og sólkoli og svona þessari dýrari tegundir af flatfisk, af því Íslendingar vita ekki muninn á rauðsprettu, sandkörfu, þeir bara þekkja þetta ekkert. Þannig að það vantar alveg stórlega þessa þekkingu meðal þjóðarinnar og síðan er annað sem að Íslendingar eru eiga mjög erfitt með, að það virðist vera að Íslendingar haldi að ef það finnst bein í fiski, að þá sé eins og það sé eitthvað utanaðkomandi að birtast í fiskinn. Þegar fiskur er beindýr en þá halda allir að eins og þegar ég bara skaðabótaskyldu á hendur fyrirtækja af því að það er eitthvað í fisknum sem er í honum frá upphafi. Auðvitað reyna allir að taka beinin úr en það var enginn að missa neitt ofan í matinn, sko. Þannig en svo eru aðrar þjóðir að borða heilan fisk og fá bara beinin og allt og finnst það bara algjört æði. En Íslendingar eru með svona bara króníska landlæga beinafóbíu, sko. Og yfirleitt þá erum við að elda fisk of mikið. Hann þarf ekki nema rétt 15 mínútur í heitum ofni, 2-3 mínútur á pönnu ef verið að steikja hann. Soðning bara rétt upp á suðu, þetta er svo stutt og þetta er alltaf styttra heldur en allir halda. Sannarlega auðvelt að ofvelda en fólk á samt ekki vera hrætt við það. Það bara taka fiskinn af pönnunni aðeins fyrir en það heldur og eins með ofninn, bara aðeins fyrir út heldur en það myndi ætla að þyrfti. Litli krakkar borða mjög mikið fisk, finnst fiskur góður, borða hann heimi á sér og borða mikið á honum. Síðan gerist eitthvað á grunnskólastiginu þegar að krakkar fá fisk í skóla sem að skemmir það að þau þurfa bara að læra aftur að borða fisk eftir að þau búin í grunnskóla. Þannig ég veit ekki alveg hvað gerist á grunnskólastiginu, hvort að þeim sé ekki boðinn nógu góður fiskur og ég veit að nú munum mörg mötuneyti neita því, en það er samt eitthvað sem gerist á unglingsárunum sem veldur því að neysla á fiski verður erfið og það þekkja það flestir foreldrar sem eiga unglinga að það er erfitt að koma fisk í hópinn. En síðan breytist þetta og fólk lærir aftur að meta fisk og átta sig á því hvað er auðvelt að elda hann og hvað hann er léttur í maga og hvað hann er góður fyrir mann og sérstaklega sem kvöldmáltíð.
af því að þú ferð ekki svona yfir fullur inn í svefninn.